Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Ég hressist ekkert við bús, því kampavín vekur ekkert á mér, en hví skyldi það vera svo? Leiklistadeild Höfðaskóla á Skagaströnd sýndi nýverið söngleikinn Allt nú til í félagsheimilinu Fellsborg fyrir fullu húsi. Leikarar í sýningunni voru nemendur í 8. til 10. bekk Höfðaskóla. Í fyrra var Mamma Mía sá vinsæli söngleikur settur upp á Skagaströnd undir stjórn Ástrósar Elísdóttur og hún setti líka upp Allt nú til og þýddi jafnframt söngleikinn á íslensku. Það kom þannig til að ég var aftur að kenna leiklist og ég byrjaði á því að vera bara með leiklistanámskeið, dálítið gott og að fara algjörlega yfir það alveg án þess að vera með pressuna af því að vera með eitthvað verk yfir höfði sér sem við ætluðum að setja upp. Bara fórum í leiklistaræfingar og svona og svo fórum við að ræða þetta hvað þau vildu gera og þau voru alveg ákveðin í því að vilja setja upp söngleik aftur. Þannig að þá fór ég að leita söngleikum sem gætu hentað og ég var með 24 nemendur sem að allir vildu leika, takk fyrir. Það var enginn sem hafði áhuga að vera í einhverju eitthvað baksviðs, eitthvað bak við tjöldin eða neitt. Þau vildu bara vera á sviðinu, syngja og dansa og leika. Þannig að þá fór ég að leita að söngleik sem gæti hentað. Og þessi bara hentaði langbest fyrir þennan hóp. Eru 24 hlutverk í því? Já. Já. Og það eru nokkur sem að leika fleiri en eitt hlutverk og erum svona í mörgum minni hlutverkum. Já. En þetta kom óþýtt til landsins, væntanlega? Jú, ég hafði þó samband, komst að því að þetta hefur líklega, allavega mér vitandi, aldrei verið sett upp hér á landi. Og þannig að ég hef þó samband við rétthafa úti í Bandaríkjunum og keypti í raun réttinn, sýningarréttinn, til þess að með að sýna þetta hér og fekk þýðingarréttinn líka og þýddi það bara handritið fyrir nemendurna. Og alla texta og allt? Alla söngtexta, já. Já, það hefur nú verið þó nokkuð verk. Já, það er dálítið verk, en ég hef mjög gaman að því líka. Ég er að leggja lokahönd á meistaranám í ritlist við háskólann, þannig að ég hef nú verið dálítið fyrir þetta líka að þýða og skrifa leikrit og svona. Og hvernig láta þau að stjórn, krakkarnir hérna? Þau láta ótrúlega vel að stjórn. Já. Það er bara... Þau skrópa ekki neitt og mæta bara og eru hress og til í þetta. Og hvernig ætli standi nú á því? Ég held að þetta sé bara nógu spennandi og skemmtilegt og mögulega felst það líka í því að maður er ekkert að minnka metnaðinn. Þó maður sé með lítinn skóla og út á landi, við bara gerum þetta bara eins flott eins og mögulega er hægt. Og ég ætlast til mjög mikils af þeim. Já, og þau standa undir þeim kröfum? Og þau standa þá undir þeim kröfum, sko. Þið eru að sýna hérna í félagsheimilinu á Skagaströnd. Hefur verið góð aðsókn? Já, mjög góð aðsókn. Bæði fyrra og núna. Og í rauninni þannig að það var bara kallað eftir aukasýningu, þannig að við ákváðum að bæta við aukasýningu líka og svona. Þannig að það voru þarna 4. Já. Sérðu marga hæfileika ríka krakka hér? Já. Ég kom hérna með 4 af 24 leikurum í söngleiknum Allt nú til. Hvern leikur þú? Ég er Matti Kjaftur. Sem þýðir hvað? Ég er glæpamaður á flótta. Undan hverjum? Lögreglunni. Og hvernig gengur? Bara heldur við, sko. Kemst undan? Það kemur í ljós. En þú? Ég er Bjössi Kristjáns. Hvað gerir hann? Hann er aðstofamaður verðbréfasala. Já, verðbréfamiðlara. Er þetta einhver krimmi sem þú ert? Nei, ég er bara ungur strákur sem er ástfanginn. Og ástfanginn af hverju? Já, þetta er svolítið flókið, sko. Það eru 2 í sögunni, sko. Já. Ertu ástfanginn af 2? Nei, aðeins meira annarri? Já, aðeins meira annarri. Og gengur þetta eiginlega svolítið út af það? Þarftu að syngja eitthvað til hennar eða? Já, ég syng 2 til hennar og 1 sinni til hennar. Já, þannig að þú ert með þær báðar hérna. Já.
Hvernig finnst þér það svona? Er það ekkert óþægilegt að hafa þér báðar? Nei. Það er bara, Það venst. þetta er bara lífið. Já. Svona bara lífið. Í þessu leikriti. Já. En hvernig hefur gengið að æfa þetta og vera bara hérna í þessum söngleik? Bara mjög vel. Þetta er búið að vera rosalega gaman. Hefur lífið snúist þetta bara? Já. Ert þú semst önnur kærastan? Nei, ég er sem sagt Nína Sveins. Ég er fræg söngkona og dansari. Ég er sem sagt skotin í Bjössa Kristjáns, eða Nína, og hann er reyndar ekki skotin í Nínu. Og það verður pínu flókið, já. Hann er nú samt að segja hans smá. Já, pínu. En þú þarft að syngja svolítið? Já, já. Og hvað syngur þau? Ég syng eitt lag til hans, ég syng eitt lag með honum og með englunum mínum, 4, 2 lög. Þetta er fyrir að fjölga í sýningunni. En hvað gerir þú? Ég leik Höllu Hjaltalín sem er ung yfirstjættastúlka sem er trúlofuð við manni en er ástfangin af Bjössa Kristjáns. Þetta er nú að vera túmað sérna. Já. Og hvað syngur þú? Ég syng eitt lag með honum og eitt lag til hans eða slæs. En segi mér aðeins svona, ef við förum úr söngleiknum og í bara raunveruleikann að undirbúa þetta og gera þetta allt, hvernig hefur það verið? Já, það hefur bara verið gaman og svona, já, mjög mikið að gera. En er þetta þess virði að vera í leiklist? Já. Já, mjög svo. Þetta er svo góð upplifun. Mjög góð. Og hvað finnst þér skemmtilegast við það? Bara að vera í þessu, bara partur af þessu. Sko, gefur leiklist manni eitthvað annað inn í svona þroska heldur en, já, læra stærðfræði eða náttúrufræði? Já, bara, þú veist, að geta að tala fyrir framan fullt af fólki og gerst þið að fíbli. Já, akkurat. Eða ekki. Já. En er eitthvað sem stefnir á leiklist eða söng, dans? Já, mér langar. Nú fyrir all? Já. Okay. Og hvert fer maður þá? Hvað gerir maður? Já, bara í skóla og borgarleikhúsið eða þjóðleikhúsið eða eitthvað svona. Já. Það er ekkert langt frá Skagaströnd og í heimsfrægð, er það? Nei, alls. Nei. Bara næstu bara við, sko. Já, akkurat. Þannig að það skiptir ekki máli hvar maður er fæddur eða alin upp, en maður fær bara réttu kennsluna. Og nógu stóra drauma. Já. Falleg lokaorð. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.